Við erum búin að fara víða sjálfstæðismenn í Kraganum, við erum búin að fara á fundi, vinnustaðafundi, fara í skólana og þetta alltaf jafngefandi að vera í kosningabaráttunni, fara út og tala við fólki, heyra hvað það hefur fram að færa og það búið að taka okkur ótrúlega vel, það mikill kraftur í sjálfstæðismönnum. Það gaman líka í gær, þá var ég á opnum fundi menntamál, þar sem margt kom fram, ýmsar áhyggjur, skiljanlegar áhyggjur til að mynda stúdenta, hvernig hægt að bjarga sér svona yfir erfiðasta tíman og erfiðasta hjallan sem núna í sumar. En það var líka gaman að finna það að hversu góðan grunn við erum búin að leggja í menntamálum, í rannsóknarmálum þjóðarinnar og grunnur sem hægt einmitt að byggja áfram á. Við erum að sjá ýmsa sprota koma út úr þessu þolinmóða fjármagni sem við höfum verið að setja inn í menntakerfið núna á umliðnum árum. Þannig að það var svolítið gaman að finna það og líka fjölbreytnina sem á háskólastiginu, mismunandi skoðanir sem menn höfðu eftir því hvort menn tilheyra Háskóla Íslands eða Háskólanum í Reykjavík, en allir voru að spá í sama hlutin hvernig hægt að gera skólakerfið ennþá öflugra og skemmtilegra. Það mjög gaman, þó að ofta geti verið erfitt, þá mjög gaman að vera í kosningabaráttunni og það gaman að finna það að fólk hefur skoðanir, það vill koma svona sjónarmiðum á framfæri og þá náttúrulega okkar stjórnmálamanna að hlusta. En ekki síður núna, þá þetta fúlasta alvara, þetta alltaf því dauðans alvara núna fyrir þjóðina að taka réttar ákvarðanir og taka ákvarðanir með þeim flokkum sem þora að taka ákvarðanir sem þó eru ekki endilega til vinsælda fallnar. Þannig að ég svona heildina tekið nokkuð bjartsýn á kosningarnar, það að brattan að sækja, við skulum ekkert dylja það, en það gaman að standa í þessu og við skulum sjá hvað setur, en það allavega ljóst að fólkið vill fá áfram svigrúm frá stjórnkerfinu til þess að athafna sig, til þess að skapa sín tækifæri á eigin forsendum og við megum ekki fara út í eitthvað skriffinnsku og miðstýringabákn sem að þegar eru mjög skýr merki að vinstri stjórn muni setja í gang. Við sjáum það í menntakerfinu, hún strax byrjuð að hugsa það að hugsanlega þjóðnýta einkaskólana eða sjálfstæðisskólana og það sama mun gerast á öðrum sviðum. Þannig að menn verða aðeins að hafa kollinn klára þegar menn merkja X í kjörklefunum, X við D.